Dekkjahöllin býður mikið úrval af Neptún-kerrum sem reynst hafa vel á Íslandi í yfir 10 ár. Kynntu úrvalið nánar á kerrur.is. Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Hér erum við komin á samgönguminnasafnið í Stóragerði í Skagafirði og við ákváðum svona að kíkja á þau hér sem að sjáum þetta safn og eiga og svona, já, taka hann stöðuna. Af hverju byrjar maður með samgönguminnasafn? Það er náttúrulega þannig að það átti aldrei að verða hér samgönguminjasafn til að byrja með. Nei. En svo þegar það er komni svona margir gripir á eitt stað að þá eru menn stundum hvattir til þess að opna. Og þannig var það í okkar tilviki. Þannig að við vorum hvött til þess að opna safnið. All right. Já. Áttu þið þó það mikið að bílum að það var bara orðið þannig, sú staða? Já, það var orðið þannig. Bróður minn Gunnar sem stofnaði þetta, hann var búinn að safna heil mikið að bílum og gaman að gera upp. Svo ég fór að hjálpa honum og þá náttúrulega bættist alltaf í flotann og eins og Sólveig segir, þá leist fólk það vel á þetta, það var farið að hvetja til að sýna þetta. Já. Og þá var farið að hefja standa við að byggja yfir þetta og koma þess í hús. Og aldrei, þú veist, einhverju aldrei finnst þetta heimskuleg hugmynd að hafa búið til bílasafn? Jú, þetta var stundum alveg þannig, sko. Og ég verði eiginlega að vera dálítið hreinskilin að mér fannst og leist ekkert á þetta svona í upphafi en svo vandist þetta og ég fór að taka miklu meiri þátt og sá svolítið safni á sumrin og þá voru þeir bræður dálítið mikið að ná í hluti og setja saman hluti og vinna svolítið í því að byggja þetta safn upp. En jú, það kom oft þessi hugsun, sko, hvað er maður að gera, sko. Já. Og ertu búin að gera marga bíla upp hérna, kannski sjálfur, með bróðinum? Já, þeir eru orðið nokkuð margir sem ég hef komið svona nálagt. En hann á náttúrulega flest handtökin í þessu. Já. Og er þetta bíla sem þið eigið sjálf eða safnið eða er þetta á fólk þetta utan að koma út á bænum, eða fólk utan að bæ á það bíla hérna? Það eru alltaf sé ekki svona fjórir mestalegi 5 bílar sem aðrir eiga. Já, ok. Svo er það bara safnið, já. Og hvað eru margir bílar hérna? Það sé ekki 8-10 cirka hérna inni og svo er eitthvað svipað úti. Hefur ekki að trúa því að það hefur verið sagt við þig þegar þú varst 20 að þú ættir hérna 80 bíla mögulega í framtíðinni? Nei, mér fannst alveg nóg að eiga einn gamla bjöllu sem var ekki einu sinni heil í gólfi. Nei. En nei, það hefði mig aldrei grunað. Já. Og þegar þetta er byrjað að þá er erfitt að stoppa. Já. Og það er svolítið mikið það orðið í dag að það er verið að bjóða okkur tæki en við erum ekki bara með bíla. Nei. Við erum með allt mögulegt sem tengist samgöngu í sögunni. Og það er náttúrulega það sem er að gera svolítið lukku og við erum svolítið að bæta í það. Þannig að við erum stolt í dag. Jú, mjög stolt í dag. Og það er líka bara gaman að þegar maður lítur hér yfir salinn og salina, því að við stækkuðum hérna 2013, þá eiginlega svona sér maður sko lífið sitt hérna, sko. Þetta er bara okkar lífslaup, okkar Gunnars og hann er náttúrulega, ég skildi í rauninni aldrei hvað gekk undan þessu manni. Nei. Því það er með ólíkindum hvað hann hefur komist yfir. En já, kannski er þetta örlögin sem spila þarna inn í. Já. Hvernig er aðsókn að svona söfnum í dag? Sko, aðsóknin hefur aukist og hún eykst ár frá ári. En við höfum verið að lengja opnunatíman í báða enda. Við opnum hér alltaf áður 17. júní og lokum 30. ágúst. Núna opnum við í maí fyrir skólahópa og lokum 30. september. En eftir það tökum við á móti mjög mikið af hópum, vinnustofahópum og öðru slíku. Því nú bjóðum við upp á veitingar og tökum niður pantanir fyrir hópa og erum með hlaðborð einu sinni í mánuði kökuhlaðborð. Magn. Já. Uppáhaldsbíllinn þinn, heitinni? Það er ábyggilega dagmundin, þannig að græni.
Ég var svona mest í honum með Gunnari. Já. Og það svona eiginlega bíl sem á þá mesta sögu að mér finnst hérna inni. Já. Þannig ég held svolítið upp á hann. Og sé hægt að halda upp á marga bíla hérna. Já. Hvað uppáhaldsbílið þinn hérna? Já, ég skal segja þér það. Það Morris 10 hérna 47. Því að hann hef ég keyrt mest og svo Cadillacin. Ég mjög mikil Cadillac manneskja, já. Ok. Af hverju ertu Cadillac manneskja? Bara góð bíl? Þetta bara flottar drossíur, bara rennilegar og flottar. Flott hljóði í þeim og skilur, það það sem skiptir máli. Gaman að stíga á pinna líka. Ó, já. Ég sá hérna fram á gangi að það er einhver dálítið merkilegu bíl, eða ekki? Jú, það eru slitrur af merkilegum bíl. Það fyrsti fólksbílinn sem kemur í Skagafjörð. Og þessi bíl, hann var komin bara í grefju og var bara í pörtum og var hérna frá Sjáaborg í Skagafjörð, rétt fyrir utan krókin. Og svo var hann komið suður vegna þess að það var maður sem hafði einhverjar fregnir af þessum bitum og var komið með hann suður og ætlaði að fara að vinna í að gera hann upp. Svo fréttum við af þessum bíl, eða Gunnar vissi nú alltaf þessar slitrur. Já. Og ég hef svo uppi á þessu manni og við höfum sambandið hann og þá gátum við fengið það og við förum suður á bara sendifærabíl, heldum við væri bara að ná í eitt bretti eða hurð eða eitthvað slíkt. Þá þetta bara bíl. Já. Og við komum með hann í sendifærabíl og settum hann saman, röðum honum bara saman hérna inn á gólfi. Og þessi bíl, hann á svo flotta sögu því að maðurinn sem átt hann bjó í Ameríku og hann keyrði yfir þver Bandaríkin til að koma honum í skip og flytja hann heim og hann lét skipa sjálfum sér upp í Reykjavík og reið norður því að það voru ekki neinir vegir fyrir svona bíla og svo lét hann skipa bílnum upp á Sauðárkróki. Og þá var vegalögn í Skagafirði upp á 17 kílómetra. Já. Þannig að hann stóð nú kannski meira og minna fyrstu árin. Menn hann var að gera greiðfært fyrir hann. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að það gaman að hafa þessa sögu. Af því að hún náttúrulega tilheyrir Skagafirðinu. Alltaf gott öðru Skagafirði? Alltaf bara sól og blíða. Já, ekki. Hérna erum við komin fram að uppáhaldsbíliðin. Hvað getur þú sagt okkur hann? Já, þetta eins og segir uppáhaldsbílinn minn. Þetta Morris 10 47 og þennan bíl hef ég svona mest keyrt hérna. Það má til dæmis geta þess að við fórum með hann á fyrsta síldarævintýri á Siglufirði. Þá keyrði ég hann út yfir og ég minn einasti hvað það var skemmtilegt. Já, það var sko skemmtilegt. Og ég hef verið keyrt hann í brúðarkeyslu, það var æðislegt. Og svo þetta bara svo mikil lúxustýpa. Það hægt að snúa, opna framrúðuna upp á gátt, þannig að við sem ekki að fá rekið inn hliðarúður. Og svo náttúrulega stefnuljósin svo flott á honum. Þetta bara eitthvað feik, sko. Já, ok. Já, það eru flögg. Já. Og já, þessi bíll ofsalega skemmtilegur, að mér finnst. Nú sé þetta dress hérna aftur, er þetta þessi stílu bílinn ekki? Jú, ég varð að fá eitthvað sem að tengdist honum. Já. Svona bæði lúkkið og árgerðin, náttúrulega 47, voru við ekki svona flottar konurna þá, ég held það. Já, það ekki? Jú. Er þetta ekki kjóllöruglað þér? Þetta kjólla mér, ég hef aðeins stækkað. Það fleiri gert það? Nei, það verður að sýna það líka. Svona var klæðnaðurinn. Fólk klæddi sig upp og þegar það var að fara í bíltúra og sunnudagarnir voru heilagir og skilur, þannig að þetta bara svona verið aðeins að undirstrika það. Já, hérna eru komnir upp á spilum þínum. Hérna, segðu mér náttúrulega frá þessu bíl. Já, það byrjun að við vissum þennan bíl fyrir Reykjavík. Þar var hann búinn að standa í bílskúr í 53 ár. Já. Og höfðum auga stað á honum með Gunnar en bræðurnir sem átt hann, þeir voru ekki alveg tilbúnir að láta hann alveg strax. Komu svo hérna og sjá hvernig þetta væri satt og rétt sem var að segja safnið og bílana. Og þeim leist það vel á að viku seinna var bílinn kominn. Já. Og við bræður hefjumst bara handa strax. Hann var nú náttúrulega lítla farinn af riði og
öðru slíku þó hann væri inni. Og gengum bara í það að rífa niður og byrjuðum frá grunni að gera hann upp. Og vorum að þessu í 2 ár. Þó ekki yfir sumartíman. Þá þurfti að sinna safninu og svona. Og tekinn bara með álhlaupi. Mikil vinna í honum en skemmtileg. Já, akkurat. Og ekkert mál að fá varahluti í þetta. Nú er þetta 1930 módel. Nei, það er nefnilega þurfti enga varahluti í hann. Nei. Það eina sem var Þorvaldur og Steinn smíðaði fyrir okkur spindilbolta. En svo fundu þeir heima hjá sér, það var bara seint, þá vorum búin að láta smíða bolta, fundu nýja spindilbolta heima. Nei. Þannig að þeir eru til bara upp á vegstæði hjá okkur í hann. Svona ef hinni skildu klikka. Já, ef hann eitthvað tíma keyrðu það mikið, ég held að það verið eftir 500 ára eða eitthvað þannig. Já, það ekki. Jó, eitthvað svoleiðis. Hvernig bíll er þetta? Nú man ég ekki eftir að sé þessa tegund, Diamond T, hvað er þetta eiginlega? Þetta var svona stærri útgáfa, þetta var heldur stærra en Ford og Chevrolet. Og mér er sagt að það veri komið 3 svona bílar til Evrópu og þar að veit til Íslands. Já. Svo þetta er svolítið merkilegt að hann skuli bara vera til ennþá. Já. Og heilmikil saga náttúrulega bara í kringum það, þá var ekki annað. Ertu búin að prófa hann? Já, það er búið að keyra hann, þetta var allt gert í tip-top stand og já, búið að keyra hann, það var gaman að keyra þetta. Aha. Já. Myndirðu treysta þér á honum inn á Akureyri? Já, það held ég. Aha. Það myndi gera það núna, já. Í dag erum við að prófa glænýja Volkswagen Passat GTE, tengil tvinnbíl með bensínvél og 9,9 kW rafhlöðu sem gera 217 hestöfl samtals, sem er alveg haugur af afli. Passat er fáanlegur í 3 útgáfum. Hefðbundi Passatinn, svo er það Passat Comfort eins og við erum á og svo er það Passat Premium. Þessi bíll sem við erum á hann kostar 5.090.000 og það er alveg haugur af flottum búnaði þessu bíl. Þessi bíl er mjög skemmtilegur að því leyti að hann er ógeðslega lipur út á rafmagninu, hann er alltaf að djöflast með rafmagnið. Eins og þessi bíl var uppgefinn fyrir 50 km í drægni á rafmagni, en raungdrægni er einhvers staðar í kringum 30 km ef við erum öll með spilin á borðunum. Og í komfortbílum er árekstravörn og neyðarbremsa. Þannig að ef hann sér að þú ert augljóslega að keyra á eitthvað, þá lætur hann þig vita og nauðhemlar. Einnig er í honum bílastæða aðstoð. Þetta er allt saman mjög frumleg nöfn, en það virkar þannig að hann bakkar í stæði fyrir þig. Í þessu bíl er líka kúla, rafmagnskúla, og nú víti bara að takka í skottinu, blíks, og kúlan kemur undan. Hann er rosalega flottur að innan, eins og hurðarspjöldin til dæmis. Það kveikna svona bláar línur hérna í hurðarspjöldunum. Úkslega flott. Maður finnur það alveg augljóslega þegar maður er búinn að keyra hann bíl í smá stund að það hefur mikill metnaður verið lagður í sætin í honum. Það er algjör snilld að sitja í honum og mikið pláss í hverju einasta sæti. Þannig svona dettur það helst í hug að maður sé í svona einhverju bíl sem er sóttur í og fínt hótel og skuttla á einhvern svona forstjórafund á Miami. Það er eitt sem er algjör snilld við þennan bíl. Það er það að það er þetta Active Cruise Control sem fylgir bara umferðinni. Þú getur bara stillt inn í mælaborðinu hvaða fjarlægð þú vilt halda í næsta bíl eins og núna. Nú er þessi bíl, við skulum bara elta hann hérna. Svo ég ger ekki neitt, ég kem ekki við bremsuna neitt. Hann eltir hann bara. Hann gefur í og hægir á sér. Ég hef með sko hraðamæli stillt hann á 90 eða cruise controlið. En hann fer ekki hraðar en bílar undan. Svo ef hann stoppar, þá stoppar þessi bara líka. Þannig að þú ert ekkert að pæla. Eins og núna. Nú er bíl það. Svo hann gefur bara í, heldur fjarlægðinni, bíl.
er ekki að gera neitt. Því líka snilldin maður. Þetta er búnaður sem ég myndi venjast þessu alveg leið og er náttúrulega búinn að venjast þessu. En þetta er eitthvað sem ég myndi alltaf hafa á, sko. Nú erum við bara með þetta stilt á 90, þannig að hann fer ekki traðar í 90. Ef hinn bíllinn myndi sér stinga mig að fara hraðar, þá myndi minn bara stoppa á 90. Ef ég myndi ná honum aftur, þá myndi bara aftur fara að fylgja honum. Þannig að geggjað. Svo getur bara stilt fjarlæðin eins og ég sagði. Bara með einu taka. Come, take my hand. We'll dance on graves, raise the dead. Heal all the lame, set them free. Help them believe in the power of the one who sets them free. Þessi Volkswagen Passat hentar vel til innabæðarakstur sem og til lengri ferðalaga. Hann er lipur og kraftmikill og þægilegur í umgengni. Hann hentar vel fyrir fjölskyldur sem þurfa gott pláss og fyrir þá sem vilja eiga þess kost að komast lengri vegalengdir án þess að hafa áhyggjur af hleðslu. Drægnin á rafmagninu dugar í daglega nótkun fyrir allflesta í innabæðarsnattið. Nánari upplýsingar má nálgast á bílasölu Hölds eða á volkswagen.is. Áður en lengra haldið ætlum við að reka í Rogastaðins og renna yfir það helsta sem gerist seinni daginn á Egilsstöðum og tala við þá sem voru fyrsta ára og þriðja í sérútbúnaflokknum. Jæja, Geir. Jæja. Fékkstu fleiri stig en veltur? Ég veit það ekki, það er svona svipað. Já. Hvað varstu að velta oft í dag? Ég held ég að velt þrísvar eða fjóru sinni í dag, ég veit ekki alveg hvort það var. Nei. Við erum hættir að telja, sko. En þú ætlar að enda þér í þriðasett, ertu ekki glaður það? Mjög glaður með það. Já. Það ég skeiti í gær. Já. Hvernig var bíllinn í dag? Bara mjög góður. Já. Klikkaði ekkert. Eins og vanalega bara. Eins og vanlega? Já. Uppáhaldsbraut í dag? Engin, já. Nei, jú, þetta voru skemmtilegar og erfiðar þetta brautir. Já. Sko, en engin uppáhald svo sem, þetta var bara allt mjög gaman. Já. Bíllinn fór nú eitthvað ill út úr síðustu braut, það ekki? Jó, eitthvað svona smottir. Það átti líka að taka þetta alla leið þá. Já. Því að það má, því að það er síðasta brautin. Já, auðvitað. Heldur hvað ertu stattur núna í Íslandsmótinu, veistu það? Nei, þetta var náttúrulega ekki, sko, það var bara Íslandsmót í gær, þá var ég 7. Já. Þannig að ég var með 23 stig fyrir þá hérna sem sagt keppni. Já. Þannig að ég hef eitthvað dottið niður við það. Já. Ég sé ekki 5., 7. jafnvel, ég veit það ekki. Herðu, þú lendir í öðru seti í dag, eða ekki? Ég held það. Mesta skeytan í tímabrautinni. Aha. Já, ég klúðraði þessu þar. Heldur það að verið þessi brauti sem var til þess að Ég veit ekki stigamun og svona, ég held það samt með hvernig þetta þróaðist í dag, þá held ég að það hafi verið það sem að skara á milli. Hver var uppáhaldsbrautin í dag? Var það væntanlega ekki tímabrautin? Ekki tímabrautin og það hefði ekki bara verið 8. og síðasta. Já. Ég hef svo sem ekki séð síðustu á vídeo, en var það ekki allt í lagi svona? Þegar þú ert ekki viss hvað það er að gera, ertu þá bara farin að standa hann bara út í loftið og vona bara að lendir einhverstaðar nálægt hliðunum með? Nei, ég ætlaði mér þannig ég var viss um það. En sem vissi ég svo sem ekki alveg hvernig það færi. Nei. En ég var svona aðeins með kontról að myndi lenda alveg á réttum kili núna. Já. Þú ert farin að hafa tilfinningu fyrir honum í frjálsu falli? Stundum og stundum ekki. Það er alveg þannig. Ertu ekki svolítið ánægður með pappa þinn? Jú. Er hann alltaf góður að keyra? Já. Er einhver sem stekkur herra en pappi þinn? Nei. Ertu ekki svolítið ánægður með pappa? Nei. Hvað segirðu Ætli? Brjálað að gera? Það er brjálað að gera. Sigur í dag þóttu að þau sleppt einn í braut. Er þetta ekki svolítið flott það? Er það ekki bara því að Þór skeiti í tímabrautinni í byrjun? Já. Hvernig er þetta hjá þér? Er þetta bara að fara að ganga eða hvað var í gangi hérna í okkur mistur á braut? Herðu, við lentum í rafmagnsbilun. Það er sem sagt að brann hjá okkur hérna botn fyrir relay sem að stjórnaði bensíndælunum. Þannig að við gátum ekki retta því svona eittur og bingo. Tók svona tíma að laga það. En hvað sigraður við miklu fórskoti? Ég er ekki klár á því hversu mikið það var, en fyrir síðustu braut þá var ég með rúm 200 stig á næsta mann. Já. Annars eru bíllinn verið góður og allt í góðu lagi? Já, hann er bara að vera heldur fít, sko. Uppáhaldsbraut í dag? Ætla að sé ekki bara braut 2. Já. Fór hann til enda.
framhaldið það núna? Er eitthvað fyrir að vera breytingar eða er hann bara geggjaður eins og hann er? Það er bara að taka þetta í gegn, bóna þetta og sæna þetta. Bóna þetta og sæna þetta. Jæja, til að klára þennan þátt í dag þá ætlum við að kynna fyrir ykkur eina nýjung sem við ætlum að halda hérna á Akureyri. Næstu helgi eða 18. ágúst verður haldin greifatorfari hérna upp á svæði. Og við ætlum að hafa eina braut, mótorhjólsbrautina. Við ætlum að leggja hana sjálfur og veita sér verðlaun fyrir þessa braut. Núna erum við komnir hérna upp yfir og ætlum að leggja hana. Við erum svona að virða svæði fyrir okkur, þetta lofa mjög góðu. Það er komin svona ákveðin púkíman, spurning hvernig þetta verður hérna. En verðlaunin ekki af lakkarendunum, en við ætlum að gefa GoPro með festingum frá Petromyndum og GoEyes og svo ætlum við að gefa verkfæraskáp frá Boxo og AB-varalutum. Þannig að næsta dagskrá okkur félögum er að rölda upp í brekku og fara að tjekka hvort við finnum ekki eitthvað óféttistál til þess að leggja fyrir drengina sem að fara að keyra hérna næstu helgi. Sjáumst á laugardaginn. Jæja Valdi, nú erum við komnir hérna upp í Gryfjur hjá Bílaklúbbi Akureyrar þar sem að þú eru keppnisstjóri á laugardaginn og við erum að leggja braut hérna. Líst þér eitthvað á þetta? Nei, þetta er algjörlega bilun. Já, ég hef aldrei lagt svona geðveikislega braut. Ekki? Nei. Heldur að fara ykkur upp það? Ekki séns. Heldur að segja þetta ekki að labba hann einu sinni? Nei, ég hvorki fara upp neða niður hann, skilur. Það er ekki séns, skilur. Spennan er orðin gríðarleg í Íslandsmótinu í torfæru. 3 ökumenn eiga möguleika á því að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn og er það í fyrsta skiptið í 5 ár sem það er ekki orðið ljóst hver verður Íslandsmeistari fyrr en í síðustu keppni. Þeir 3 sem koma til greina eru Atli Emil Ásgeirsson, Þór Þormar Pálsson og Ingólfur Guðvarason. Allir eru þau búnir að keyra mjög vel í sumar og er baráttan mikil. Að auki er búið að heita 500.000 króna verðlaunafé fyrir fyrsta settið, sem og verðlaunum að vera með til 150.000 krónur fyrir þann sem vinnur mótorhjólsbrautina okkar. Allt ræðst þetta núna á laugardaginn á Greifatorfarinu á Akureyri, eitthvað sem þú ættir ekki að missa af. Ha ha ha!